Komið sæl. Það mikill hamagangur núna í veðrinu. Mikið kerfi sem hérna yfir landinu. Það búið að vera nokkuð svona stíf norðaustanátt með úrkomu víða, einkum norðan til á landinu í dag. Það mældist mest eitthvað 50 millimetrar frá miðnætti á Neskaupstað. Það svona nokkuð kröpplægð hér sem að myndast í skilunum sem að fer hérna norður fyrir land og það vestnar veðri á norðvesturhluta landsins og verður hríðarveður þar næsta svona fram á morgundaginn og svo lægðarbóla hér sem að við svona úti fyrir suðausturströndina. Og það svona einhver hlý tunga með þessu en það kemur kalt loft með norðanáttinni í lægðinni sem að fer norður fyrir land og síðan á þriðjudaginn einnig kólnar í annarri lægðarbólu sem að kemur og svona með líklega stríðarveðri aftur á norðvesturhluta landsins. Það hríðarviðvörun í gildi hér á Vestfjörðum núna, slitta eða snjókoma svona færast í aukana með kvöldinu og það kólnar líka hér í þessari norðanátt, þannig að það má alveg reikna með slitið á láglendi einnig í kvöld og nótt. Það verður hríðarviðvörun í gildi þá fyrir norðvesturhluta landsins í kvöld og nótt en síðan dettur hún út hér á norðvesturlandi í fyrramálið en það verður áfram í gildi fram á morgundaginn þessari við Breiðafjörð og Vestfjörðum. En öðru leyti mun betra viður hérna fyrir austan og léttir víða til þar í svona þegar áttin snýst í suðvestlægari átt. En það verður svona þungbúnari hér sunnan til og þá sérstaklega á Suðausturlandi þar sem að gæti nú gert einhverju skúrir. Síðan verður hvassviðri eða stormur áfram og hríðarveður á fjallvegum við Breiðafjörð og Vestfjörðum fram á morgundaginn og annars skaperaveður annars staðar og við sjáum að svona strekkingur hér yfir Reykjanesið. Gasmengunum fer þá til suðurs næsta sólarhringinn en sjáum að það verður þungbúið áfram hér á Suðausturlandi og nokkuð svona óstöðugt loft þar yfir og gæti gert svona hraustlegar skúradembur eins og við sjáum hér. En þessi lægð hér, lægðarbóla fer svo til vesturs og það lagast veðrið vestan til landinu seint á morgun en síðan sjáum við hér annað kerfi sem kemur hér á svipuðum slóðum fyrir þriðjudaginn og þá gæti slegið aftur í svona norðan og norðvestan átt hvassviðri það svona spurning hversu nálægt hún verður landi þannig að það ennþá óvissa með það en það gæti alveg farið í eitthvað hríðarveður aftur á þessum slóðum. Annars svona frekar skýjað á landinu og svona aðalega helst á úrkoma hér og svona skúradembur á Suðausturlandi og ef við höldum áfram þá fer þessi lægð hér til vesturs og grynnist og við verðum svona milli kerfa á miðvikudaginn. Það verður fínasta veður víðast hvar þá, kannski einhverju skúrir svona við vesturströndina en annars víða bjart og frekar svalt í veðri og alveg reikna með einhverju frosti svona inn til landsins allavega næturlagi. Kemur svo önnur bylgja hér þannig að þetta svona á svipuðum nótum. Lægðirnar eru svona að fara þessa leið hér norður fyrir land og síðan önnur lægð hér sem kemur sér fyrir hér suðaustur á landinu sem mun vera svona svolítið ráðandi svo seinnipartinn í næstu viku og svona með norðlægum áttum þannig að það svona úrkomusvæði sem kemur inn líklega seinnipartinn á fimmtudaginn og með meiri norðanátt. En ef við skoðum svo Evrópuveðrið þá þessir úrkoma hér sunnan til í Skandinavíu en síðan víða svona skúrir hér í miðbik álfunnar og svona þokkalegasta veður í Frakklandi og Íberíuskaga nokkuð bjart og síðan hérna í Bandaríkjunum það ekki mikið að gerast, það víða gott veður og hlýtt í kortunum. Það helst á þetta kerfi hér sem að koma inn við norðvesturströnd Bandaríkjanna. En það sem sagt vonskuveður í norðvestan til á landinu, hríðarviðvörunir gular í gildi svona fram á morgundaginn, þannig að að gera að fylgjast með veðri. Verið sæl.